Hlutverk Sifjar margþætt. Vélin hefur verið notuð við leit og björgun, bæði á hafi og landi, við eftirlit með landhelginni, við sjúkraflug, mengunareftirlit og eftirlit með hafís. Þá hafa jarðvísindamenn haft mikið gagn af vélinni þegar eldgos bresta á. Þá sérstaklega þegar við erum með eldstöðvar sem eru nærri byggð og þegar við erum með eldstöðvar þar sem við getum fengið sprengigos og þegar eldstöðvar eru þannig að þær eru jökulhuldar. Þessi vél, hún er auðvitað þannig útbúin að hún er með ratsjár sem horfa bæði niður og til hliðar. Hún getur flogið í hvaða veðri sem er. Hún sér hvort sem það er nótt eða dagur. Hún sér í gegnum ský, í gegnum úrkomu, í gegnum ösku. Og þetta er eina tæki sem við höfum í rauninni til að gera þetta. Þannig að ef mikið liggur við, ef eitthvað fer mjög hratt í gang, að þá er þetta vissulega tæki sem getur hjálpað okkur rosalega mikið. Ef TF-Sif er ekki aðgengileg í aðdraganda eldgos, getið þá ekki fengið eins góðar upplýsingar hvað er í vændum? Hættan er svo að við fáum ekki góðar upplýsingar, já. Og þessi íslenski frasi, þetta reddast, það hefur því sem betur fer bjarga okkur oft á tíðum. En vélin ætti að vera heima miklu meira. Og þið óttist að það komi upp aðstæður þar sem þetta reddast bara ekki? Já.